19 ára að tryggja fínu liði Íslandsmeistaratitilinn á afmælisdaginn. Þetta ekki toppurinn á tilverunni? Jú, sem stendur. Til hamingju. Já, takk. Þetta er Ólafur Stefánsson sem að tryggði Valsmönnum sigur hér í kvöld með glæsilegu marki í lokin. Og yfir til þín, Heimir Karlsson. Já, hér sjáum við Jakob Sigurðsson borinn í gullstól eða á gullstól, ef þannig má orðið komast. Og það má nú kannski segja það að Valsmenn séu að fagna honum sérstaklega því að eins og menn vita hefur hann lent illa í meiðslum, hleyt krossband í hægra og vinstra hné og lét sig ekki vanta það að mæta í slaginn og næla í Íslandsmeistaratitilinn með félögum sínum. Og Þorbjörn Jensson, þjálfari, hann hafði auðvitað hróskilið fyrir að stýra þessum strákum og með snilli auðvitað og góðum leik, ef þannig má orðið komast. Og það má segja að það sé kannski galdur út af fyrir sig Guðmundur Guðmundsson að stilla strengi unga og gamla tímans í liði sem þessu. Já, það er ekkert sjálfur sér auðvelt Heimir og ég held að Valsmenn hafi sýnt það og sannað í vetur að þeir hafa verið með vissa yfirburði og mitt mat er það að þeir hafi verið að spila mjög vel. Þeir hafa sýnt mikinn karakter hvað eftir annað. Sem dæmi í bikarúrslitaleiknum daginn að þá sýndu þeir gífurlegan karakter þegar þeir náðu að vinna þar upp forskot Selfyssinga á síðustu 10 mínútunum. Þeir hafa sýnt það núna í þessum viðureiknum hvað eftir annað að það býr mjög mikill karakter í þessum liði. Þeir hafa spilað þessa leiki hér mjög agað og skynsamlega allan tíman. Nú, það fer senn að líða því að Íslandsbikarinn verði afhentur en Valtýr Björn hefur náð í Þorbjörn Jensson. Valtýr. Takk fyrir Heimir, kósveitur hér eins og leikmenn, það er allt í lagi. Þorbjörn, ég spurði Geiraði áðan hvort að ræðan hefur verið bönnuð 18 í hálfleik. Já, nei, hún er heimil bönnum, það var allt í lagi með það. Ég má ekki hafa þetta of gróft því að þeir eru svo ungir. Það er súkkulaði bræður og félag. Já, einmitt. Er þetta toppurinn á tilverunni? Þrenna hjá Valsmönnum í vetur, þið gerðu það sama og F-fáingar í fyrra. Já, ég leiðréttaði, það eru 4 bikarar. Já, 4 fyrir. Já, þetta er náttúrulega toppurinn á þessu að verða Íslandsmeistari og eins og ég var að segja þá held ég að við verum að hætta núna, það er ekki fleiri bikarar til. Jú, það er Evrópumeistaratitilinn. Já, það er ekki fyrir næsta ár. Verður Geir Sveinsson með ykkur áfram, heldur það? Já, okkur ekki. Hann spekulur í að fara til AVDS? Jú, það vilja náttúrulega margir fá hann en það er spurning hver endar með hann. Ertu búinn að sjá bikarinn? Nei, ég er ekki búinn að sjá hann, ég held ég verið að fara að kíkja á hann. Þið vildu ekki hafa hann hér á borðinu fyrir leikinn, á hverju? Nei, ég meina, mér fannst það ekki viðeigandi því að ef að FH hefði unnið, þetta var eins og væri verið að setja bikarinn til höfuðs FH og ef að FH hefði unnið þá hefði þurft 5. leikinn og mér fannst það ósanngjarnt ef að það hefði verið gert að hafa hann á borðinu. Það var til að storka þeim, held ég. Heldurðu að þið sjáu nokkuð upp á sviðið á lokahófinu á föstudaginn fyrir bikurum? Jú, við reynum það, við keyrum það bara í vagn og eftir okkur. Til hamingju. Já, takk. Það er verið að syngja afmælisönginn Valsmenn fagna Íslandsmeistaratitlinum og afmælinu 82 ára og Íslandsbikarinn bíður ennþá fyrirliða Vals, Geirs Sveinssonar og ég held að hljóta að fara að líða því að Geir Sveinsson fái bikarinn afhentan og fyrr segjum við ekki skilið við hinna nýkrýndu Íslandsmeistara, eða það er reyndar ekki búið að krýna það ennþá. En F-fáingar stóðu sig frábærlega í þessum leikjum, töpuðu að vísu eins og menn munna með miklu mun í fyrsta leik en sneru dæminu við í leik nr. 2 og það var mál manna eftir tapið á laugardaginn var að, flestra held ég, nema kannski Valsmanna, að F á inni hér í kvöld en ungu og gömlu kallarnir í Val, þeir hlustuðu ekki á þessi rök og sigruðu hér með 23 mörkum gegn 21. Og hér er Þorbjörn Jensson að fá hér toleríku góða og viðeigandi meðferð sem þjálfari Íslandsmeistaranna og þá held ég að hljóti að fara að líða að bikarafhendingunni. Nú það er kannski rétt að fara yfir á meðan hverjir skoruðu flest mörkin í þessum leik. Guðjón Árnason var í banastuði í liði FH og gerði allt sitt held ég, skoraði 9 mörk
Sigurður Sveinsson skoraði 4 mörk, Alexi Trúfan 3 og Gunnar Beindinsson og Halldór Þórðarsson skoraði 2 mörk. Markverðirnir vörðu þokkalega í þessum leik, það ekki hægt að segja annað. Bergsveit Bergsveinsson varði 14 skot í marki FH, Guðmundur Hrafnkelsson varði 16 skot í marki Vals. Þá með markaskorara Valsmanna, markahæstur var Geir Sveinsson með 6 mörk og þeir Ólafur Stefánsson og Valdimar Grímsson skoruðu 5 mörk hvor og skoraði það Valdimar 33 mörk í þessum 4 leikjum. Dagur Sigursson og Ingi Rafn Jónsson skoruðu 3 mörk hvor og Jakob Sigursson skoraði 1 mark fyrir Valsmenn. Og þá held ég að bikarinn sé tilbúinn til afhendingar, liðin hafa náð að stilla sér upp og við skulum fá afhendinguna. Geir Sveinsson stígur nú hér sennilega fljótlega fram á gólfið til þess að taka við bikarnum. Valsmenn hafa safnað saman, þar að segja leikmennirnir loksins. Frábær endir má segja á góðu Íslandsmóti hér í stöðvartvödeildinni í handbolta og síðan koma leikmenn saman, þjálfarar og auðvitað eiginkonur, unnustur og aðstandendur aðrir á föstudagskvöldið á Hótel Íslandi í lokahófi deildarinnar þar sem menn veita sér svona glaðan dag má segja. Þar verða útnefndir bestu og efnilegustu leikmenn, besti sóknarmaður, varnarmaður, markvörður, þjálfari, dómari eða dómarapar og allt þar fram eftir gödunum. Og ástæðan fyrir því að ekki hefur verið ennþá farið í afhendingu bikarsins er einfallega sú að hljóðnemi hússins virkar ekki sem skildi. Jón Ásgeirsson, formaður HSÍ, nú er þetta að komast í gang og þá skulum við bara gefa þeim orðið þarna niður á gólfinu, sjá hvort við náum ekki því sem allt er þar. Leikmenn, góðir áhorfendur. Þá er lokið þessari æsispennandi úrslitakeppni Íslandsmótsins í handknattleik 1993 og í kvöld höfum við orðið vitni að því að Íslandsmeistarar 1993 er afmælisbarn dagsins Valur. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka leikmönnum öllum, þáttakendum öllum í Íslandsmótinu að þessu sinni fyrir drengilega og skemmtilega keppni. Öllum leikmönnum, öllum þjálfurum, liðstjórum og hennum fjölmörgu forystumönnum liðana sem hafa lagt sig alla fram að gera þetta mót eins skemmtilegt eins og raun ber vitni og leið að efla handknattleikinn í landinu. Ég óska ykkur öllum til hamingju með það. Og sérstaklega vil ég óska Fimleikafélagi Hafnarfjarðar FH með þann árangur sem þeir hafa náð í Íslandsmótinu leið og ég leyfi mér í nafni Handknattleikssambands Íslands að afhenda þeim verðskulduð silfurverðlaun. Og eins og við heyrðum Jón Ásgeirsson greina frá, þá er verið að afhenda FH-ingum hér silfurverðlaunin fyrir það að lenda auðvitað í öðru sæti á þessu móti. Nú FH-ingar, við skulum sjá hvað myndir við förum aðeins, notum tíman og förum yfir það lið sem lenda í Evrópukeppninni. Valsmenn fara í Evrópukeppni meistaraliði í kjölfar þessa sigurs í kvöld. Þar að leiðandi taka Selfyssingar þátt í Evrópukeppni bikarhafa og íringar í hinni nýju EHF-keppni, ekki satt? Já, ég þekki nokkuð nákvæmlega reglundar henni hver þær eru, en... Þær eru frekar flóknar, það held ég sé að væga sagt. Og hvort það er Stjarnan eða FH sem tekur þátt í Evrópukeppni félagslega veit ég ekki alveg, en Valtýr Björn er niður á gólfinu. Þakkaði fyrir Heimir, ég er hér niður á gólfi eins og svo oft. Og ég er hér hjá FH-ingunum sem er verið að afhenda silfurverðlaun núna. Ég ætla að bruna hér á Þorgils Óttar Matthísen. Herðu, þú varst búinn að lofa með 5. leik. Já. Þetta er fyrsta loforðið sem þú svíkur, Vingar. Já, ég hef aldrei svikið loforð áður, en það er svona, þegar maður ræður ekki alveg við atburðarásina. Þeir höfðu yfirhöndina og voru
betri aðili leiksins. Hvað fór úrskeiðis hjá stórkostlega liðinu hérna úr Hafnarfirði? Það hafi verið svona margt. Vörnin var ekki eins sterk og áður og sóknarleikurinn kannski of einhæfur. Byggðist kannski of mikið á einu manni. En þetta er búið að vera erfið keppni og mikið álag á okkur. Fórum í gegnum erfið að leikja móti IR og sem kannski situr meira í okkur heldur en leikirnir sem Valur spilaði á undan. En þeir eru verðuðin Íslandsmeistarar og ég óska þeim til hamingju. Ætlar að vera með næsta keppnistímabil? Ég veit það ekki, ég er búinn að reyna að hætta undanfarin ár. Þannig að ég held að það sé best að segja sem minnst. Þetta er Þorgils Óttar Matthísen, fyrrum landsliðsfyrirliði með meiru. Og þá fer ég aftur til Jóns Ásgeirssonar. Þessi tvö frábæru lið sem við höfum séð að keppa hér síðustu daga hafa fært okkur heim sannin það svo ekki verður villst að íslenskur handknattleikur er meðal þess besta sem gerist í öllum heiminum og íslenskir leikmenn eru síður en svo eftirbátar annara handknattleiksmanna hvar svo sem þá er að finna. Leið og ég óska Valsmönnum innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn 1993 vil ég leyfa mér að afhenda þeim gullverðlaunapeninga. Og þá er spurning hvort að Valtýr Björn hafi einhvern valsmanninn á gólfinu. Já, Heimir Karlsson, ég er hér með Jakob Sigurðsson. Það er að segja þegar að Bergsteinn Björgvinsson, okkar elskulegi og sérlegi, kemur hér með vélina. Hann er kominn. Sæll, Jakob. Hvernig líður hnénu okkar sem við tókum í Vísasporti í vetur? Já, það spjarar sér bærilega. Við komum vel undan vetri. Þú notaðir ekki spelkun í kvöld? Nei. Reifst hann aður í síðasta leik? Já, reyndar. Við vorum þreyttir á henni. Já. Þú skoraðir ekki mörg í kvöld? Nei. Á hverju? Já, það er spurning. Þetta var sennilega ekki einn af mínum bestu dögum og það hafa náttúrulega ekkert verið það kannski í úrslitakeppninni. Það er sama. Það er sigur liðsins sem skiptir öllu máli, ekki kannski frammistöð einstakra leikmanna. Til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn, Reykjavíkurmeistaratitilinn, bikarmeistaratitilinn og deildarkeppnina. Leið verður ekki með á næsta tímabili? Nei, það er ákveðið. Ég er að halda utan til náms til Bandaríkjanna. Þannig að þetta var öllu nýgjöndum og sennilega mér síðasti leikum með Val og kannski mér síðasti handboltaleikur, ég veit það ekki. Þá ætla ég fyrir hönd Stöð 2 að þakka þér fyrir samveruna í gegnum tíðina. Kærlega. Þetta er Jakob Sigurðsson, var að leika sinn síðasta leik fyrir Valsmenn hér í kvöld og Jón Ásgeirsson, formaður Handknattleikssambands Íslands, er ennþá að skreita leikmenn með gullverðlaunapenningum. Valdimar Grímsson var að fá einn og þá fær þjálfarinn, hann fær líka einn. Þorbjörn Jensson og síðan sýnist mér að Jóhann Birgisson, liðstjóri, fái svo mikið sem einn. Nei, það er Jón Kristjánsson náttúrulega sem hefur átt í bakmeiðslum að stríða og þá förum við aftur á púltið. Eins og sjáum á eru tveir bikarar hér fyrir framan okkur og ég vil biðja fyrirliða Vals að ganga hér fram og veita fyrst viðtöku farand bikar. Já, og þar höfum við það, Geir Sveinsson og Jakob Sigurðsson. Þeir hampa byggarunum hér, Íslandsbyggarunum eftirsótta í handboltanum. Og eins og við heyrðum hér, Jakob Sigurðsson væntanlega leika sinn síðasta leik fyrir Val, skarð fyrir skildi fyrir íslenskan handbolta og auðvitað Valsmenn. En þá held ég að sé komið að leiðarlokum hér í kvöld og Valtýr Björn Valtýrsson, Guðmundur Guðmundsson og Heimir Karlsson þakka fyrir sig, óska auðvitað Valsmönnum í fyrsta lagi til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og í öðru lagi til hamingju með daginn og kveðjum og segjum skilið við handboltan þar til næsta haust. Verið sæl.
Þessi beina